Til hamingju með, góðan sigur. Þið, gerið eiginlega nánast bara útumund í fyrri hálfleik. Já, virkilega, öflugur fyrri hálfleik hjá okkur. Við bara mættum klárir til leiks og við vorum, mér varstu svara fyrir síðustu framistöðu og gerðum það vel. Og markvarslan náttúrulega frábær. Hún lagði grunn að þessu. Hún var frábær, vörnin var líka mjög góð og við vorum fljótir að leiðrétta það sem við vorum að klikka á í byrjun og gerðum það í leiknum og ég er mjög ánægður með það. Og svona, og þið fylgið þessu eftir strax í seinni hálfleik, það var svona mikilvægt. Já, við vissum náttúrulega að það kæmi alltaf áhlaup frá Völsunum og við ætlum svo sannlega að vera klárir í það og við erum mjög ánægður með byrjun á seinni hálfleik. Sem er svona kæfir þá endilega? Já, það gerði það, þannig að þetta var komið í nokkuð góða stöðu. Þannig að þetta er svona allt annað fólið í dag heldur en í móti frammi fyrir viku? Já, bara við töluðum mikið um það eftir síðasta leik að við höfum verið góðir í gennum tíðina að svona fara yfir okkar mál þegar við höfum ekki spilað vel og svona tækla þau og mér fannst all liðið gera það frábærlega og ég verð nú eiginlega kannski að fá að segja líka mér fannst Einar Andri koma frábær inn í vikunni hjá okkur, hann var mjög góð input sem að hjálpa okkur heilmikið í dag. Og svo munnar náttúrulega að fá aukna breytt í sóknarleikinn, fá náttúrulega Birki í dag? Já, engin spurning og við erum bara mjög ánægðir að sjá hann aftur á vellinu. Og svo Selfridge Guðvin, hann lokaði rammanum, Jón Þorrin. Hann var frábær og við erum bara með 2 frábæra markmenn og þeir eru búin að standa sig mjög vel báðir á undirbúningstímabilinu og ég er bara virkilega ánægður að Jón kom svona inn í dag en Danni er líka eins og allir vita stórkostlegur markmaður. Nei, hvernig vonandi konur á rétta braut? Ja, við skulum ekkert fara fram úr okkur, það er bara, nú þurfum við aftur að vera gagnrýnir en við þurfum að halda áfram og byggja ofan á þetta.